Ágætu bæjarfulltrúar, 587. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, fjarfundur, haldinn 7. apríl 2020 kl. 17. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Ólu Sanders, Baldur Guðmundsson og Anna Sigríður Jóhannesdóttir ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni og forseta bæjarstjórnar Jóhanni Friðrik Friðrikssyni. Á dagskránni eru 7 mál. Það fundargerð bæjarráðs frá 19. og 27. og 2. apríl. Afsakið, ég ætla að endurtaka þetta. Það frá 19. og 27. mars og síðan frá 2. apríl 2020. Annað mál sem fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. apríl 2020. Fundargerð barnaverndarnefndar sem lögð fram frá 23. mars 2020. Fundargerð framtíðarnefndar frá 27. mars 2020. 5. mál sem fundargerð fræðsluráðs frá 3. apríl 2020. 6. mál sem framtíðarstefna bókasafns Reykjanesbæjar sem hér tekin til seinni umræðu og 7. mál sem húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar sem einnig tekin til seinni umræðu. Og okkur ekkert á vanbúnaði og að fara í fyrsta lið á dagskrá sem fundargerðir bæjarráðs og vil ég byrja á því að gefa bæjarstjóra Kjartani Má Kjartanssyni orðið og fá skýrslu hans undir þessum lið. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Við heyrum ekkert í þér, þú ert aðeins að getur verið að setja á mute. Já, fyrirgefðu, heyrið þið mig núna? Gjörðu svo vel. Sjáið þið þessar glærur sem ég hef sett upp á skjáin núna COVID-19? Passar? Já. Já. Og dagskrá, Kjartan? Já, þetta samantekt á stöðunni í Reykjanesbæ. Að hluta til það sama og ég fór yfir á síðasta bæjarstjórnarfundi en að einhverju leyti nýja fréttir, þannig að ég ætla bara rétt að renna í gegnum þessar glærur og ykkur til upplýsingar. En neyðarstjórn tók til starfa þann 11. mars síðastliðinn og fundaði daglega fram til 24. mars. En í dag eru fundir 3 sinnum í viku og farið við stöðuna og metið hvort þörf sé á frekari aðgerðum. Viðbragðsáætlun aðgerðir gegn heimsfaraldri hefur verið virkjuð. Nú á að vera komin önnur glæra sem heitir COVID-smit í Reykjanesbæ. Það samkvæmt upplýsingu sem við fengum þann 7. apríl í gær, þá voru 51 staðfest smit í Reykjanesbæ, 36 í einangrun, það er að segja veikir og 15 hafa fengið bata, 168 í sóttkví. Aðeins starfsemi Reykjanesbæjar í samkomubanni. Starfsemi Reykjanesbæjar með breyttu sniði í ljósi samkomubanns sem nú gildir. Starfsstöðum hefur verið skipt upp til að passa upp á að hámark 20 manns í hverju rými og að það séu 2 metrar á milli starfsstöðva. Starfsmenn sem hafa tök á einnig boðið að vinna heiman frá sér og tæknin í auknum mæli nýtt til samskipta. Bæjarstjórn hefur nú í kjölfar nýrra heimilda í lögum tekið upp rafræna fundi. Hefur einn slíku farið fram en það var aukafundur fyrir viku síðan. Auk þess funda bæjarráð og aðra nefndir bæjarins í fjarfundaformi. Aðeins smá yfirlit yfir stöðu starfsmannamála hjá Reykjanesbæ núna. Þetta frá 3. apríl og við uppfærum þetta vikulega. En þarna eru sem sagt fjöldi starfsmanna eru 1051, smitaðir eru 8, í sóttkví þann 3. apríl voru 16 starfsmenn,
Önnur veikindi eða fjarveru voru 56. Í áhættuhópi eru 40 sem hafa þá undirliggjandi sjúkdóma eða taldir í sérstakri áhættu. Þeir sem eru eingöngu í fjarvinnu eru 91. Þeir sem eru í fjarvinnu og á starfsstöð, svona til skiptis eða eftir einhverju kerfi, eru 178. Og í vinnu á starfsstöð eru 543. Starfsmenn með skert vinnuframlag eru 208 og starfsmenn sem eru ekki með neitt vinnuframlag núna eru 10. Og það er þá vegna þess að vinnustaður þeirra er lokaður og ekki eðli hans þannig að það er ekki hægt í rauninni að vera með verkefni heima. Nú, ráðhúsinu hefur verið skipt upp í 3 svæði, gult, grænt og blátt, og starfsmönnum hvers sviðs er skipt eða dreift á milli þeirra. Með því virðum við 20 manna hámark í sama rými. Starfsmenn í hverju hólfi hafa sér inngang, salerni og kaffiaðstöðu og ekki tekið á móti almenningi eða fólki á götunni inn í ráðhúsi, hvorki á fundi eða til annarra erinda. Í súlunni er staðan þannig eða innan súlunar að öll menningarhús bæjarins eru lokuð en þau hafa lagt áherslu á að miðla menningu rafrænt undanfarna daga við miklar og jákvæðar undirtektir. Á það nefna tónleika sem hefur verið strengt úr hljómahöll, það eru eini slíkir í kvöld, og myndbirtingar byggðasafnsins á Facebook, streymi frá upplestri á bókasafninu og fleira sem er að finna í skipulagðri dagskrá á reykjanesbær.is á vefsíðunni og við notum líka, eins og komið hefur fram, Facebook. Þá er það fyrirgefðu, ég var aðeins rugl. Nú á að vera uppi fræðslusvið. Grunn- og leikskólar hafa verið með skerta starfsemi frá 17. mars þegar samkomubann var hert og hámark 20 manns máttu koma saman í einu. Kjartan, það er vitlaus glæra, það er súlan. Þá er hinn bara rétt. Ég er með Þarna er fræðslusvið. Já, ok. Það getur tekið nokkra sekúndur að detta inn. Er allir konur með fræðslusvið? Já. Já. Grunn- og leikskólar hafa verið með skerta starfsemi frá 17. mars þegar samkomubann var hert og hámark 20 manns máttu koma saman í einu. Loka þurfti leikskólanum Tjarnasel í 2,5 viku vegna smits hjá starfsmönnum. Hann hefur nú verið opnaður að nýju. Tónlistarskólinn sinni kennslu í dag eingöngu í gegnum fjarnám sem hefur gengið vonum framar. Sundlaugar og íþróttahús eru lokuð og öll íþróttafélög bæjarins hafa gert hlé á starfsemi sinni. Þá er það velferðarsvið. Velferðarsvið hefur lagt megin áherslu á að halda uppi órofinni starfsemi eins lengi og hægt er, með sérstaka áherslu á viðkvæma hópa, þar með talið börn, fjölskyldur, fatlað fólk, aldraða og þá sem búa einir. Á þeim stöðum þar sem mikilvægt er að halda út í starfsemi sem lengst hefur verið lögð áherslu á takmarkaðar heimsóknir og komið í veg fyrir samskipti milli vakta starfsmanna, auk þess sem þrif hafa verið aukin og mikil áherslu lögð á sóttvarnir. Umhverfissvið segjum við að frá og með varðandi almenningssamgöngur, frá og með 1. apríl hefur verið ekið samkvæmt almennri tímatöflu á 30 mínútna fresti frá 7:30 á morgnana til 14:30 eftir hádegi en á 60 mínútna fresti frá 14:30 til 18 og þá er akstri hætt. Ekki verður ekið á laugardögum og ekki er ekið á laugardögum og sunnudögum á meðan á þessu stendur. Breyting þessi tímabundin og mun vara þar til samkomubanni verður aflétt. Og það er mikið álag á umhverfismiðstöð vegna erfiðrar færðar. Byggingafulltrúaembættið er hætt öllum úttektum eins og brunavarnir eða eldvarnareftirlit brunavarna og heilbrigðiseftirlit sömuleiðis. Upplýsingagjöf.
Við höfum haft það að markmiði að halda upplýsingaflæði góðu og einn liður í því að setja alla fundargerðir neyðarstjórnar á heimasíðu sveitarfélagsins og uppfærum við fréttir leið og eitthvað breytist. Við nýtum allar okkar boðleiðir til að koma upplýsingum á framfæri og þýðum allt sem skiptir máli að koma á framfæri, bæði á ensku og pólsku. Staðan í atvinnumálum og þessi mál verða rædd meira í bæjarráði í fyrramálið, en við höfum haft það að markmiði að halda vel utan þetta og í dag eru samkvæmt nýjustu upplýsingum atvinnuleysi í 17% í Reykjanesbæ í lok mars og spá Vinnumálastofnunar gerir ráð fyrir að það fari í yfir 24% í apríl. Það eru 3.200 manns á hlutabótum á Suðurnesjum í lok mars til viðbótar og til upplýsingar að þá talið að 40% af öllum efnahagsumsvifum á Suðurnesjum séu vegna flugvallarins. Þá sjáum við hvað hann skiptir rosalega miklu máli og þá þar með talið útgerð í stór útgerðarfyrirtækja í Grindavík. Aðgerðir vegna stöðu í atvinnu- og efnahagsmálum, þau tímabundnu verkefni, framkvæmdaverkefni sem sveitarfélög og ríkið að fara í, snúast ekki bara að skapa störf í stað þeirra starfa sem tapast í uppsögnum, heldur einnig að vernda þann hluta efnahagslífsins sem eftir stendur á meðan ástandið gengur yfir. Framkvæmdaverkefnin eru því líka til þess að vernda störf. Mikilvægt verður að grípa til aðgerða sem létta álagi á vinnumarkaði. Þannig væri mjög jákvætt að taka upp verkefni Nám vinnandi vegur sem gerir fólki á atvinnuleysisskrá kleift að fara í nám en halda atvinnuleysisbótum. Sama gildir sumarannir í framhalds- og háskólum. Og að lokum aðeins aðgerðir vegna stöðu í atvinnu- og efnahagsmálum. Við búumst við að þetta verði í raun í 3 tímaskeiðum. Fyrsta að núna, það að segja á meðan á sóttvarnaaðgerðir standa yfir, á meðan á þeim stendur landið allt undir og aðgerðir eins og samkomubann hafa sjálfstæð áhrif á efnahagslífið. Allar aðgerðir miðast í raun að því að draga úr áhrifum veirunnar. Næsta stig tekur við þegar þessum aðgerðum sleppir, þá mun hagkerfið hægt og rólega taka við sér. Hversu hratt það gerist með ráðast meðal annars af aðstæðum á erlendum mörkuðum. Þessir markaðir munu ná sér á ný, fólk mun ekki hætta að ferðast. Ferðaþjónusta og flugheimur munu líklega þurfa nokkuð tíma til að ná sér. Ýmsar spár flugheiminn benda til þess að það geti tekið 12 til 24 mánuði. Á þessum tíma sérstaklega mikilvægt að umsvif í efnahagslífinu sé eins mikil og kostur er. Og þriðja skeiðið svo í raun næstu 12 til 18 mánuðir. Það sem ólíklegt að sumarvertíðin í ár skili sér, eru allar líkur á því að atvinnuleysi verði mikið í það minnsta fram á næsta vor, 2021. Jafnvel þó að flugvöllurinn verði komin í sambærileg umsvif fyrr, þá flugumferð á Keflavíkurflugvelli mun minni yfir veturinn. Á meðan að flugtengt starfsemi verður að ná vopnum sínum á ný, mun efnahagslífið á svæðinu þurfa á aukinni innspýtingu að halda. Virðulegur forseti, ég hef lokið þessari yfirferð og við munum halda áfram að veita bæjarfulltrúum upplýsingar eftir því sem að þær berast okkur og við náum utan að þær. Takk. Takk fyrir þetta bæjarstjóri og í framhaldi af þessu þá ætla ég að gefa orðið laust fundargerðir bæjarráðs og bið fundarmenn að óska eftir orðinu á spjallþræði. Orðið er laust fundargerðir bæjarráðs. Einhverjir sem að vilja taka til máls? Ef það engir sem vilja taka til máls fundargerðir bæjarráðs frá 19. til 27. mars og 2. apríl, þá ætla ég að bera fundargerðirnar undir fundinn til samþykktar en jafnframt taka fram að Jóhann Friðrik Friðriksson, bæjarfulltrúi lýsir sig vanhæfinn í 7. máli í fundargerð bæjarráðs frá 2. apríl og
og verður það bókað í fundargerð. Forseti, voru ekki einhverjar bókanir þarna sem við ætluðum að bera undir? Jú, afsakið, ég ætlaði að bera þær upp í kjölfarið en ég sé það er hyggilegra að gera það áður en við tökum þær til atkvæðagreiðslu. Það er réttmætt. Takk fyrir þá athugasemd. Fyrir fundinum undir liðnum fundargerðir bæjarráðs liggja fyrir 2 bókanir, annars vegar bókun vegna 5. máls frá og varðandi fundargerð 1263 sem fundur bæjarráðs frá 2. apríl, skil á ársreikningum sveitarfélaganna fyrir árið 2019 og ætla ég að lesa þá bókun upp hér í kjölfarið. Bókun vegna 5. máls frá 1263. fundi bæjarráðs þann 2. apríl 2020 skil á ársreikningum sveitarfélaganna fyrir árið 2019. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar samþykkir að nýta bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga í öllum 3 liðum sem tilgreindir eru í ákvæðinu. Og með bókunni fylgir eftirfarandi greinargerð. Með vísan í bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 sem kveður á að ráðherra geti veitt sveitarstjórnum tímabundna heimild til þess að víkja frá tilteknum ákvæðum sveitarstjórnarlaga til að sveitarstjórn er starfhæf við neyðarástand og til að auðvelda ákvörðunartöku. Öllum sveitarstjórnum nú heimilt að taka eftirfarandi ákvarðanir varðandi skil á ársreikningum sveitarfélaganna fyrir árið 2019 sem fela í sér tímabundið frávik frá skilyrðum ákvæða 3. og 4. málsgreinar 61. greinar og aðrar málsgreinar 77. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Að ársreikningur verði fullgerður og samþykktur af byggðarráði eða framkvæmdastjórn sveitarfélags þar sem ekki byggðarráð og tilbúin til endurskoðunar og afgreiðslu í sveitarstjórn fyrir 15. maí 2020 í stað 15. apríl sama ár. Að ljúka staðfestingu ársreiknings sveitarfélags, stofnana sveitarfélags og fyrirtækja þess fyrir 15. júní 2020 í stað 15. maí sama ár. Að senda ráðuneyti og Hagstofu Íslands ársreikning sveitarfélags ásamt ársskýrslu endurskoðanda fyrir 20. júní 2020 í stað 20. maí sama ár. Heimild þessi gildir til 20. júní 2020, Reykjanesbær 7. apríl 2020 og orðið laust þessa bókun sem liggur hér fyrir. Einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig eftirfarandi bókun áður en að forseti ber henni upp við fundinn til samþykktar? Ef svo ekki, þá langar mig að bera þessa bókun sérstaklega upp hér til samþykktar og biðja fundarmenn að veita atkvæði sitt í spjallfræði. Og bókunin samþykkt samhljóða. Næst ætlar forseti að lesa upp bókun undir sama lið sem áskorun til ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og bæjarfulltrúar hafa fengið að senda. Hef ég nú lesturinn. Bókun á 587. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 7. apríl 2020. Áskorun til ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Ákall auknar framkvæmdir. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar lýsir yfir áhyggjum sínum yfir dökkri stöðu atvinnumála á Suðurnesjum og kallar eftir nauðsynlegum aðgerðum og samráði við ríkisstjórn Íslands án tafar. Suðurnesin hafa orðið fyrir tvöföldu áfalli á skömmum tíma, fyrst með falli WOW með tilheyrandi 30% samdrætti í flugsamgöngum og nú því reiðarslagi sem heimsfaraldrinum fylgir. Ljóst að áhrif munu valda sögulegu atvinnuleysi sem nú nálgast á 30% á svæðinu. Höggið kallar á fumlausar aðgerðir, samstöðu og lausnir sem leiða til öflugrar viðspyrnu. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar hvetur því ríkisstjórninni til þess að beita sér strax fyrir leiðréttingu ríkisframlaga til stofnana á Suðurnesjum og flýtingu framkvæmda eins og kostur er.
Horft verði til þeirra verkefna sem þegar hafi verið kynnt fyrir ríkisvaldinu, auk verkefna á sviði öryggismála, menntamála, samgangna og heilbrigðismála, sem ráðast má í með skömmum fyrirvara. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fagnar þeim almennu aðgerðum sem nú þegar hefur verið ráðist í, en krefst þess að sérstaklega sé tekið tillit til þeirra svæða á Íslandi sem verst verða úti. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar mun gera allt sem í hennar valdi stendur til þess að standa vörð velferð íbúa í gegnum þá erfiðleika sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag. Saman munum við vinna sigur á þeirri heilbrigðisvá sem aðsteðjar og endurreisa hér blómlega byggð þar sem framsækni virðingu eldmóður tryggir heilsu og lífsgæði okkar allra. Orðið laust eftirfarandi bókun og áskorun til ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Eru einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls? Margrét Óla Sanders hefur gefið merki það að gera svo vel, Margrét. Áður ég ræði þetta bókuna sem slíka þá langar mig að benda á að þetta ekki undir liðnum í samtíð við ársreikninga sveitarfélaga. Þetta væntanlega undir einhverjum öðrum lið. Í þessari fundargerð væntanlega. Þannig að það sé alveg, af því að það var talað að þetta væri undir sama lið. Ég vil bara lýsa ánægju minni með þessa bókun og það voru frábæra fréttir sem voru opinberaðar í dag varðandi framkvæmdir við flugstöð Leifs Eiríkssonar og væntum við þess, væntanlega öll sömul, að þetta sé fyrsta skrefi í mörgum til eflingar atvinnu hér á Suðurnesjum. En fagna þessari bókun og ítreka það. Já, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi bókunina, áskorunina? Ef að svo ekki, þá vil ég bera bókunina upp við fundinn til samþykktar. Þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt bókunina vissulega skilja merki. Já, og bókunin samþykkt samhljóða. Nú ágætu bæjarfulltrúar, þá vil ég gefa orðið laust aftur varðandi fundargerðir bæjarráðs. Einhverju sem vilja taka til máls áður en þær verða bornar upp til samþykktar fyrir fundinn? Ef svo ekki, þá vil ég bera fundargerðir bæjarráðs frá 19. og 27. mars og 2. apríl upp við fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar vinsamlega skilja merki. Já, mér sýnist þær vera samþykktar samhljóða einnig. Nú, þá höldum við áfram dagskránni og næst það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. apríl 2020. Og gef ég orðið laust fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs en ég ætla nú kannski að leiðrétta sjálfa mig aðeins. Það venjan sú að við tökum fyrst fyrir þá liði í dagskránni í fundargerðinni sem þarf að ræða sérstaklega og samþykkja. Og ætla ég að vinda mér í það núna. Nú í þessari fundargerð frá sem 247. fundur umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. apríl ber fyrst að nefna 4. mál sem Dalsbraut 8 niðurstaða grenndarkynningar og gefi orðið laust 4. mál. Einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir 4. lið í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs? Ef svo ekki, þá ber ég 4. lið í fundargerðinni undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt þann lið vinsamlegast gefa merki í spjaldræði. Og sá liður samþykktur samhljóða. Sýnist mér á öllu. Ég ætla að vona að fundarmenn afsaki það. Þetta svona smá handavinna að fara yfir samþykktir. Nú næst það 8. liður í fundargerð, Leirdalur 9. Og gef ég orðið laust þann lið í fundargerð. Og það ágætt að fundarmenn, ef þeir hafa tök á að setja inn í svar sitt samþykki við þeim lið sem borin upp hverju sinni. Það auðveldar
verulega talningu á atkvæðum og fundum. En orðið er laust 8. lið. Ég fengið ágætis athugasemd að hér er Lerkidal að ræða, ekki Leirdal. Það er hér með, ég kom til skila til forseta. Lerkidalur 9 skal það vera. Nú ef það er engir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls undir 8. lið, þá ber ég 8. lið Lerkidalur 9. Undir fundin til samþykktar, þeir sem geta samþykkt vinsamlegast setið athugasemd inn á spjallið. Og hann er samþykktur samhljóða. Næst er það 9. liður, Furu og Lerkidalur, fyrirspurn breytingu á deiliskipulagi og er orðið laust 9. lið í fundargerð. Eru einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls 9. lið? Nú, ef svo er ekki, þá ber ég 9. lið í fundargerð undir fundin til samþykktar, vinsamlegast setið inn merki ykkar í spjallfræði. Þá sýnist mér þetta vera komið. Nú, þá er það síðasti liðurinn sem að þarf að taka til samþykkta sérstaklega sem er 11. liður, Þórustígur 16 og ber ég 11. lið í fundargerð upp í fundin. Þeir sem að vilja taka til máls varðandi 11. lið, vinsamlegast gefa merki. Er einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja ræða 11. lið í fundargerð? Styrmir Gauti Fjellsteð hefur hvatt sér hljóðsker svo vel, Styrmir. Forseti, ég þarf að lýsa yfir vanhæfið í þessum lið vegna fjölskyldutengsla. Það er fært til bókar. Og þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt 11. lið, vinsamlegast gefa merki. Það eru enn bæjarfulltrúar sem eiga eftir að... Virðulegur forseti, ég fæ alltaf bara villumeldingu, ég veit ekki hvað er að gerast hérna. Ég reyni aftur. Já, ég sé að það er, þetta er Margrét hérna, ég sé mitt að þarna, ég held að mitt sé komið en það kemur eins og að sé að sendast ennþá. Já. Ég er að upplifa saman hlut. Samþykkið þið 11. lið í fundargerð? Er mitt ekki komið? Það var eins og að vera komið áðan en svo ekki núna, svo er það núna... Nei, það virðist ekki vera komið. Heil samþykki. Þið samþykkið 11. lið? Ég samþykki 11. lið. Þá erum við komum með öll atkvæði, þannig að þá er 11. liður í fundargerðinni samþykktur og ber ég þá fundargerðina í heild sinni. Undir fundin eru bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Ég var að biðja um orði, ég veit ekki hvort það hefur komist til því. Já, það virðist ekki hafa verið, en gerðu svo vel, Margrét. Já, mér langar bara að nefna að í fundargerði umhverfis- og skipulagssviðs, að þá í síðasta liðnum mælaborð sviðsstjóra, að þá er í fundargerðinni kemur fram lagt fram, en við heyrðum í fulltrúa okkar í umhverfis- og skipulagssviði að sviðsstjóri fór yfir ákveðnar áætlanir út af COVID og við í bæjarráði höfum líka fengið það og ekki tímabært að opinbera það í sjálfu sér og skilji það. En það hefði verið gott og væri gott bara almennt hjá sviðunum að það kæmi fram að menn væru að fjalla
hvað þið væri að fjalla að verið væri að fjalla atvinnumál, að verið væri að fjalla aðgerðir, bara ef einhver að lesa fundargerðina að það virkilega verið að vinna í þessu málum allstaðar. Þannig ég vil bara svona brýna nefndir til að skrá þetta meira. Takk fyrir, Margrét. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja ræða fundargerðina í heild sinni? Og ef svo ekki, þá leyfi mér að bera fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. apríl undir fundinn til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefið merki á spjallfræði og ég endurtek það ljómandi gott fyrir forseta og fundarritara að ef það hægt að setja texta viðkomandi mál sem verið að bera upp til samþykktar. Það auðveldar úrvinnslu á atkvæðagreiðslu. Já, þá eru allir bæjarfulltrúar búnir að gefa samþykki sitt fyrir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs. Nú ágætu bæjarfulltrúar, næst á dagskránni hjá okkur hérna í kvöld fundargerð barnaverndarnefndar. Hún lögð hér fram frá 23. mars 2020 án umræðu og þá það fjórði liður á dagskránni sem fundargerð framtíðarnefndar frá 26. mars og gef ég orðið laust fundargerð framtíðarnefndar. Og Margrét Þórunnsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Margrét. Orðið þitt. Já, takk fyrir það. Ég eins og við öll vitum þá framtíðarnefnd skipuð fulltrúum frá öllum flokkum nema miðflokki, þar að segja allir flokkar sem hlutu kosningu í bæjarstjórnarkosningunum, nema miðflokkurinn situr þarna í þessari nefnd og ég bara enn og aftur lýsa vonbrigðum mínum. Ég hef þegar bókað þetta áður og við vitum öll hvert hlutverk framtíðarnefndar Ég meina henni ætlað að fjalla helstu tækifæri og áskoranir samfélagsins í framtíðinni, lýðræðislega þátttöku, íbúalýðræði og fleira. En ég bara vil lýsa því enn og aftur að mér finnst þetta skjóta skökku við að allir fulltrúar fái ekki að koma fram til Reykjanesbæjar. Takk. Já, Margrét Sanders næst. Gjörðu svo vel, Margrét, orðið þitt. Já, ég vil nefna sem ég nefndi í bæjarráði fyrir 2 vikum síðan að mér finnst mikilvægt að nefndir séu með fókuseraðar á ástandið, bæði til styttri tíma og líka til lengri tíma. Og framtíðarnefnd, eins og Margrét Þórunns nefndi, að fjalla tækifæri og áskoranir í samfélaginu. Og mér finnst það skjóta skökku við að eina málið á dagskrá heimsmarkmiðin, almennt séð og undirmarkmið og annað. Ég hefði viljað sjá þessa nefnd vera fókuserari á það ástand sem og þá til framtíðar ekkert síður heldur til styttri tíma. Þannig að ég vil bara brýna ítreka það sem ég hef sagt. Það er mikilvægt að auðvitað þarf lífið að halda áfram og það þarf að fjalla ákveðna hluti, en þá verður það bara að bæta því við en taka fyrir þetta ástand sem núna. Ekki veitir af að við séum öll á sama báti þar. Já, Styrmir Gauti Fjellsteð, orðið þitt. Forseti, ég langaði bara aðeins að fara yfir þetta eina mál sem var að dagskrá hjá okkur í framtíðarnefndinni. En Excel-skjal sem fylgdi með undir fundargögnum hjá framtíðarnefndinni. Þetta skjal sem að starfsmenn Reykjanesbæjar búin að vera að vinna í. En þeir búin að rýna heimsmarkmiðin og undirmarkmiðin þeirra eins og þau birtast á vefsíðunni þeirra. Út frá þessu skjali hafa svo starfsmenn svið að fara yfir þessu undirmarkmið og merkt við þau sem þau finnst passa við starfsmenn bæjarins og hvort þetta sé eitthvað sem Reykjanesbæjar getur unnið að. Svo á þessum fundi þá fórum við framtíðarnefnd yfir þetta skjal ásamt Halldóru og tókum fram okkar álit á þessum undirmarkmiðum og umræðan sem fór fram var virkilega góð. Og
það vonandi bara fyrir næsta fund að býstum við því að komi fleiri mál á dagskrá þá. Takk fyrir. Já, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig fundargerð framtíðarnefndar? Og ef svo ekki, þá vil ég bera fundargerð framtíðarnefndar frá 27. mars upp í fundin til samþykktar og óska eftir því að bæjarfulltrúar gefi merki sitt í netspjalli. Samþykkt, kærar þakkir. Nú, þá það fundargerð fræðsluráðs frá 3. apríl 2020 sem 5. liður á dagskránni hérna hjá okkur í kvöld og gefi orðið laust fundargerð fræðsluráðs. Einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerð fræðsluráðs? Nú, svo virðist vera, já. Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Anna Sigríður, orðið þitt. Forseti, mér langaði bara rétt að nefna hérna lið 4 í fundargerð fræðsluráðs. Það mælaborð fræðslusviðs. Mér langaði bara að hrósa starfsfólki fræðslusviðs og starfsfólki skólana bara fyrir skjót viðbrögð og góða vinnu við að breyta skólastarfinu fljótt og gefa í rauninni nemendum og foreldrum bara góða leiðbendingar með heimanámið. Og einnig langar mig að hrósa sálfræðingunum á fræðslusviði fyrir mjög góðar glærur foreldrafræðslu og einnig að bjóða upp á símaþjónustu. Mjög gott á þessu stigi máls eins og hjá okkur núna í skólamálum. Takk. Já, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerð fræðsluráðs frá 3. apríl? Nú, ef svo ekki, þá ber ég fundargerð fræðsluráðs undir fundin til samþykktar og óska eftir því að bæjarfulltrúar gefi merki í netspjalli. Já, takk fyrir það. Fundargerð fræðsluráðs frá 3. apríl samþykkt samhljóða. Nú, þá það 7. mál á dagskrá sem framtíðarstefna bókasafns Reykjanesbæjar. Einstaklega vel unnið plagg, seinni umræða og orðið laust framtíðarstefnu bókasafnsins. Einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja ræða framtíðarstefnuna? Og ef svo ekki, þá ber ég framtíðarstefnu bókasafns Reykjanesbæjar. Jú, ég var að biðja orðið. Já, afsakið, Friðjón Einarsson, orðið þitt. Takk fyrir herra forseti. Ágætu bæjarfulltrúar, ég kynnti þessa stefnu fyrir ekki svo lengur síðan í bæjarstjórn og mér langar bara að benda á undanfarna daga og vikur þar sem við höfum verið í miðju COVID að bókasafnið er svo sannarlega sýnt glæsileg viðbrögð og hugmyndaauðgi og kraft núna á þessum tímum þegar bókasafnið er lokað og það alveg í takt við tímann og þá stefnu sem er hér til umræðu. Þannig að ég hvet okkur öll til að samþykkja þessa stefnu. Takk. Takk fyrir það. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi framtíðarstefnu bókasafnsins okkar? Forseti var aðeins svo fljótur á sér þarna áðan. Skulum gefa bæjarfulltrúum tækifæri til þess að taka til máls eða þeir hafa áhuga á því. Svo virðist ekki vera, þá ber ég framtíðarstefnu bókasafns Reykjanesbæjar undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt framtíðarstefnu bókasafns Reykjanesbæjar vinsamlegast gefið merki í netspjalli. Og það myndi vera 7. liður á dagskránni hjá okkur í kvöld. Og ég verð nú bara að segja það að ég sakna bókasafnsins.
Ég ætla að vona að ég geti fengið að njóta þess að vera þar og mín fjölskylda mjög fljótlega þegar þetta hefur allt gengið yfir. Já, þá okkar ágæta framtíðarstefna fyrir bókasafnið samþykkt af bæjarstjórn og þá það 7. liður á dagskránni sem húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar seinni umræða og gefi ég orðið laust húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar. Og Friðjón Einarsson hefur hvatt til hljóðs, gerðu svo vel Friðjón. Og þú þarft að smella á hljóðtakkan hjá þér. Þakkarlega peningar, herra forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar nú bara að segja það að þessi húsnæðisáætlun sem ég kynnti fyrir stuttu síðan, hún hefur ekki breyst neitt og ég tel eðlilegast að við samþykkjum þessa húsnæðisáætlun en við myndum síðan skoða hana aftur í haust þegar COVID-óværan farin, hvort að það sé nauðsynlegt þá að endurskoða hana. En ég mæli með því að þessi húsnæðisáætlun verði samþykkt eins og hún liggur fyrir. Takk. Já, orðið laust húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja tjá sig hana? Ef svo ekki, þá ber ég húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar undir fundinn til samþykktar, þeir sem geta samþykkt fundargerðina vissulega skrifa merki. Já, og þá húsnæðisáætlunin samþykkt samhljóða og erum við þá komin á enda á dagskránni í kvöld, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka ykkur fyrir að sýna forseta svigrúm svona fyrst þegar við erum að rúlla af stað með þessa netfundi okkar. Ég sé það að við reynum að standa okkur vel í því að telja atkvæði eins fljótt og auðið en þið kannski bara hóið í mig eða gerið atkvæðandir svona fyrst sinn að minnsta kosti. Við reynum að halda þokkalegri formfestu í þessu öllu saman. En þá dagskráin enda og geri ég hlé á fundurum til þess að hægt sé að ganga frá fundargerð. Fundargerð 586. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, fjarfundur 7. apríl 2020 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Gunnar Þórhallsson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Sanders, Margrét Þórhallsdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Og fyrsta mál fundargerð bæjarráðs frá 19. og 27. mars og 2. apríl 2020 og forseti gaf orðalaust fundargerðirnar. Til máls tók Kjartan Már Kjartansson og fór yfir stöðunni í Reykjanesbæ vegna COVID-19 faraldursins. Svo til máls tók Jóhann Friðrik Friðriksson og lagði fram eftirfarandi bókun sem ég mun ekki lesa en hún barst rafrænt. En bókunin var samþykkt samhljóða 11:0. Og til máls tók Jóhann Friðrik Friðriksson og lagði fram eftirfarandi bókun sem var áskorandi ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og ég mun ekki lesa það upp en hún barst rafrænt. En undir þetta eru nöfn allra bæjarfulltrúa, viðstæðra bæjarfulltrúa. Og til máls tók Margrét Sanders og Jóhann Friðrik Friðriksson lýsti sig vanhæfan undir 7. lið fundargerðar bæjarráðs frá 2. apríl 2020 og fundargerðirnar samþykktar 11:0. Annað mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. apríl 2020. Forseti gaf orðalaust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 7. mars til sérstakra samþykktar. 4. liði fundargerðarinnar Dalsbraut 8 niðurstaða grenndarkynningar sem var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 8. liður fundargerðarinnar Lerkidalur 9 fyrirspurn var samþykkt líka með 11 atkvæðum án umræðu. 9. liður fundargerðarinnar Furu og Lerkidalur fyrirspurn breytingu á deiliskipulagi var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 11. liður fundargerðarinnar Þórustígur 16 fyrirspurn Styrmi Gauti Fjellsteð lýsti sig vanhæfan. 11. liður samþykktu með 10 atkvæðum án umræðu.
og til máls tók Margreta Sandes og fundargerðin samþykkt að öðru leyti 11:0. Þriðja mál er fundargerð barnaverndarnefndar frá 23. mars og fundargerð er lögð fram. Fjórða mál fundargerð framtíðarnefndar 26. mars. Forseti gaf orðalaust fundargerðina. Til máls tóku Margrét Þóransdóttir, Margreta Sandes og Styrmi Gauti Fjellsted og fundargerð er samþykkt 11:0. Fimmta mál er fundargerð fræðsluráðs frá 3. apríl 2020. Forseti gaf orðalaust fundargerðina og til máls tók Anna Sigríður Jóhannesdóttir og fundargerðin samþykkt 11:0. Sjötta mál er framtíðarstefna bókasafns Reykjanesbæjar seinni umræða. Forseti gaf orðalaust framtíðarstefnu bókasafns Reykjanesbæjar og til máls tók Friðjón Einarsson og framtíðarstefna bókasafns Reykjanesbæjar samþykkt 11:0. Sjöunda mál húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar seinni umræða. Forseti gaf orðalaust húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar, til máls tók Friðjón Einarsson og húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar samþykkt 11:0. Ég hef lokið máli mínu. Já, ágætu bæjarfulltrúar, þá liggur fundargerð fundarins fyrir og óska ég eftir því að þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlegast gefi merki í netspjalli. Þá liggur það fyrir, kæru bæjarfulltrúar, innilega þakkir fyrir fundinn og þið sendið svo tilbaka rafrænt samþykki til Hrefnu Gunnarsdóttur í framhaldinu. Höskuldsdóttur. Gunnarsdóttur. Kæru vinir, gleðilega páska. Takk fyrir fundinn. Sömuleiðis. Sömuleiðis, takk. Gleðilega páska. Sömuleiðis, takk. Takk sömuleiðis. Sjáumst í fyrramálið. Sjáumst þá.